dag, ég býð ykkur velkomin á fund nr. 582 í bæjarstjórn Hveragerðisbæjar sem haldinn í fundarsal Breiðumur 20, fimmtudaginn 13. júní 2024 kl. 17. Fundinn sitja Njörður Sigurðsson, Kolbrún Edda Jensen Björnsdóttir, Sandra Sigurdóttir, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Ingibjörg Sólveig Björnsdóttir, Sigmar Karlsson, Pétur Markan og Írus Bjargmundsdóttir bæjarritari sem ritar fundargerð. Mig langar í upphafi að bjóða Kolbrúnu Eddu velkomna á sem fyrsta bæjarstjórnarfund. Takk fyrir. Ykkur athugasemdir við fundarboð? Sigmar, gjörðu svo vel. Forseti, við erum með smá athugasemdir fundarboð sem felur í sér í rauninni bókun sem við langar til að lesa. Hljóðar svona: Samkvæmt samþykktum Hveragerðisbæjar þurfa bæjarfulltrúar að senda inn tillögur og fyrirspurnir 4 virkum dögum fyrir bæjarstjórnarfund og fundarboðið sent út 3 virkum dögum fyrir fund. Fundir bæjarstjórnar á 50 dögum kl. 17:00, þannig að til að ná 4 heilum virkum dögum þarf að senda inn tillögur á föstu dögum fyrir kl. 17. Fundarboð síðan sendt út á mánudögum fyrir kl. 17. Föstudaginn síðasta sendu fulltrúar D-listans inn tillögu uppbyggingu leikvallar í Hveragerði. Tillagan var send inn kl. 14:48, 4 virkum dögum fyrir fund. Á mánudaginn var fundarboð bæjarstjórnar sent út og barst okkur kl. 16:46. Í fundarboðinu var tillaga D-listans liður 18 á þessum fundi, sem og tillaga frá bæjarfulltrúum meirihluta liður 15 á þessum fundi, sem snerist einnig uppbyggingu leikvalla. Fulltrúar D-listans óskuðu í framhaldinu eftir upplýsingum hvenær tillaga bæjarfulltrúa meirihlutans var send inn og þá í ljós að þeirra tillaga var send inn á mánudaginn kl. 15:52 sem 3 virkum dögum fyrir fund. Þó að tillögurnar snúist í grunninn það sama er það ekki stóra máli í þessari athugasemd, því við erum öll sammála uppbyggingu leikvalla í bænum okkar. Greinilegt er að þarna hafa bæjarfulltrúar meirihlutans ekki farið eftir 10. grein samþykkta Hveragerðisbæjar sem fjallar hvenær mál skulu send inn frá bæjarfulltrúum og með því er ekki hægt að gæta jafnræðis á milli minnihluta og meirihluta. Í raunin senda bæjarfulltrúar D-listans tillögur sínar inn 6 dögum fyrir fund sem séu helgar teknar með, en bæjarfulltrúar meirihlutans 3 dögum fyrir fund. Fulltrúar meirihlutans hafa þannig 3 daga til að skoða og velta fyrir sér tillögum minnihlutans áður en þau leggja sínar tillögur fram. Svo hér með leyfi forseta tilvitnun úr 10. grein samþykktanna. Bæjarfulltrúi sem óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnarfundar skal tilkynna það bæjarstjóra með rafrænum hætti 4 virkum dögum fyrir fund. Í beiðninni skal tilkynna efnisatriði málsins og eftir atvikum hvaða gögn skulu fylgja til þess að unnt sé að taka það á dagskrá. Bæjarfulltrúar D-listans leggja því til að liður nr. 15 verði felldur úr dagskrá bæjarstjórnarfundar þar sem ekki var farið eftir samþykktu bæjarins þegar málið var sett inn. Undir þetta rita Sigmar og Ingibjörg. Fyrir þetta Sigmar, hér liggur fyrir tillaga fyrir fundinu. Það er spurning hvort að ég sem forseti fái ekki að leggja fram bókun áður við afgreiðum þessar tillögur að vísa frá dagskrárlið nr. 15. Bókunin er svona og ég mun svo senda við kjölfar til þín, Íris. Forseti og meirihluti bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar þessu kjörtímabili hefur túlkað ákvæði samþykkta Hveragerðisbæjar vítt hvenær tillögur fyrir fundi skulu liggja fyrir. Með því er virtur réttur bæjarfulltrúa til að koma málum á dagskrá, þó að komið hafi fyrir að mál hafi ekki borist með tilhlýðilegum fyrirvara. Þannig hafa mál sem hafa borist frá minnihluta á þessu kjörtímabili verið samþykktir á fundi þó að málin hafi borist of seint. Síðast á fundi bæjarráðs Hveragerðisbæjar 7. júní 2024 þegar mál D-listans í Hveragerði barst of seint. Jafnframt er rétt að minna á að sú dagskrá sem sendi með fundarboði með þeim fyrirvara sem tiltekinn er í samþykktum bæjarins í reynd tillaga til sveitarstjórnar það sem skuli taka fyrir á fundi.
Þannig liggur fyrir tillaga í upphafi hvers fundar og ef enginn fundarmanna hreyfir mótmælum að þá telst dagskráin þegjandi samþykkt. Bæjarfulltrúar geta óskað eftir breytingu á dagskrá í upphafi fundar en það er sveitarstjórn sjálf sem tekur þá ákvörðun. Í fræðiritinu Sveitarstjórnarréttur eftir Trausta Fannar Valsson, dósent í stjórnsýslurétti við lagadeild Háskóla Íslands, er meðal annars fjallað þetta og bent á sá sem boðar fundi hafi ákvörðunarvald það hvaða málefni skuli sett á dagskrána sem send út ásamt fundarboði. En hann er þó ekki frjáls hvað fer á hina útsendu dagskrá. Hann þarf að fullnægja fyrirmælum í samþykktum sveitarfélagsins og fyrirmælum sem leiða af lögum. Í þessu samhengi hefur forseti og meirihlutinn túlkað ákveðnum tímafresti til að koma málum á dagskrá vítt eins og áður segir. Víða hefur samþykktum sveitarfélagi verið breytt á þann veg að setja tímafresti til að koma málum á dagskrá. Voru ástæðan að minnihlutar í sveitarstjórnum voru farnir að óska eftir að mál væri sett á dagskrá á síðustu stundu áður en fundarboð fór út. Slíkt er erfitt í stjórnsýslu sveitarfélags, setur starfsfólk sem gera fundarboð og gögn tilboðin í erfiða stöðu að senda út fundarboð á réttum tíma. Þetta er ástæða þess að tímafrestur hvenær skuli setja mál á dagskrá var sett inn í samþykktir Hveragerðisbæjar sem var breytt á síðasta ári. Forseti vill taka fram að það sem að dagskrá og öll fundargögn bárust með fundarboði er að engu vegið að rétti fulltrúa minnihluta bæjarstjórnar til viðunandi tíma til undirbúnings upplýstrar umfjöllunar þau mál sem eru á dagskrá fundari sem skiptir mestu. Í þessu samhengi er vert að vísa í að gerðar voru athugasemdir við stjórnsýslu Hveragerðisbæjar í áliti innviðaráðuneytisins dagsins 21. júlí 2023. Það sem fundið var að því að ekki hefðu legið fyrir nægileg gögn til að allir bæjarfulltrúar gætu tekið upplýsta afstöðu í máli sem lá fyrir meirihlutatíð D-listans í Hveragerði. Beindi ráðuneytið því til Hveragerðisbæjar að huga þessum atriðum til framtíðar. Þetta á ekki við því máli sem minnihluti gerir athugasemdir við nú og því eru allir bæjarfulltrúar jafnsettir við að taka afstöðu til málsins og afgreiða það. Forseti þakkar ábendingu minnihlutans og mun verða að huga að þessum atriðum til framtíðar. Í því máli, það er uppbygging leiksvæði í Hveragerði, sem minnihlutinn hefur hér gert athugasemd hefur komið fram að málið hafi verið í vinnslu á Hveragerðisbæ í 2 vikur og tímabært var orðið að setja það á dagskrá bæjarstjórnar. Í því samhengi var ekki óeðlilegt að fullmótuð tillaga hafi verið kláruð áður en fundarboð fór út eins og raunin var. Hefði bæjarfulltrúi meirihlutans óska eftir að setja nýtt mál á dagskrá áður en tímafrestir væru liðnir, mætti líta svo á að máli væri á seint komið. Í því tilfelli hefði sá boðað fund þurft að meta hvort að málið yrði sett á dagskrá. Samanber það sem gert var þegar mál minnihlutans barst og seint í bæjarráði í síðustu viku. Mikilvægt er að stuðla jafnræði í innsendingu mála hjá minni og meirihluta, en líka mikilvægt að sá boðar fund geti haft svigrúm til að setja mál á dagskrá sem kunna berast eftir tímafresti, eins og hefur verið gert á þessu kjörtímabili og áður. Og að lokum er von forseta að bæjarfulltrúar geti unnið saman að þeim jákvæðu uppbyggingarmálum sem liggja hér fyrir á fundinum. Samstarf í bæjarstjórn hefur gengið vel undanfarið og væntir forseti þess að það verði áfram. Og þá er bókurinn lokið. Og óskar minnihlutinn eftir að tjá sig eitthvað meira þetta mál, hversu vel sem var. Forseti, bara takk fyrir þetta Nörður og ég ekki þessar reglur ágætlega og það bara eru allt satt og rétt sem þú segir. En það eina sem við byggjum er að allir fari eftir sömu leikreglum. Bæði minnihluti og meirihluti og þetta er ekki í fyrsta skipti, ekki í annað skipti, ekki í þriðja skipti á þessu kjörtímabili þar sem við komum mál og setjum á dagskrá bæjarstjórnar og sambærilegt og í sumum tilfellum nákvæmlega sama mál kemur svo í kjölfarið frá meirihlutanum. Og þetta er svona einhver sandkassapólitík sem að við nennum ekki að taka þátt í. Og ég er ekki með því að segja að ég sé að ég fengi það að þið hafi verið að byggja undirbúa tillögur að leiksvæði. En þetta er svona ákveðin tilviljun að þetta skuli koma svona upp í þessari röð.
og mér finnst mikilvægt að fara eftir reglum. Mér finnst frekar að við ættum að velta því fyrir okkur hvort að reglurnar séu á þröngar og séu að setja okkur í einhverja erfiða stöðu varðandi tímafresti. En þetta eru reglurnar sem að þið settuð, breyttuð á þessu kjörtímabili og við biðjum bara að það sé farið eftir þeim. Takk fyrir Sigmar, svo ég fái aðeins að svara þessu að þá athugasemdir tekið til greina og mér er mjög mikilvægt að sé stuðla að jafnræði meðal allra bæjarfulltrúa. Og það var meðal annars það sem að innviðaráðuneytið gerði athugasemd við þegar afgreitt var mál í stjórnartíð D-listans í Hveragerði. Og við viljum auðvitað bæta það og það verklag kom ekki fyrir aftur. En Dagný hefur beðið orðið fyrir svo vel. Forseti, auðvitað er það þannig að við erum með þessi málefni leiksvæða og uppbyggingu þeirra hér innan bæjar á stefnuskrá okkar, bæði okkur Hveragerði og svo er það líka í meirihluta samkomulaginu sem liggur til grundvallar myndunar þessa meirihluta sem hér situr í bæjarstjórn. Og það hefur verið unnið að þessum máli miklu lengur heldur en bara þessar 2 vikur svo sem við verðum að nefna hér. Þetta hefur verið í vinnslu í rauninni bara allt kjörtímabilið og það var ákveðið að setja hjólið dálítið meira af stað í þessu tilliti núna í vor. Og svo það sé alveg skýrt tekið fram, þá er ekki verið að leggja til sömu lausnir í uppbyggingu leikskóla af hálfu meirihluta og minnihluta á fundinum í dag. Og það sem að í rauninni er verið að leggja hér fram af hálfu minnihluta er ekki hluti af því sem að við vorum í rauninni að láta hjólin byrja að snúast með hraðar núna í vor. Það sem að við erum að leggja til hér og munum fara yfir seinna spilar aftur á móti mjög vel við það sem að Sjálfstæðisflokkurinn eða fulltrúar D-listans er að leggja fram hér í dag og fyrir mitt leyti þá er bara frábært að það séu báðir flokkar hér að taka undir það mikilvægi sem að leikvellinir skipa í sessi fjölskylduna í bænum. Þannig að mér finnst þetta bara að vera jákvæð mál, manni þykir leiðilegt að sjá að það sé ekki hægt að rísa yfir þessar hluti með þeim hætti sem að myndi vilja sjá, en hér erum við og bara hlakka til að takast á við verkefni fundarins með ykkur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Dagný. Þess að ljúka þessa umræðu þá vil ég líka nefna að ég er mikla samúð með sjónarmið minnihlutans, hafandi verið hér í minnihluta í mjög langan tíma og þykist vita að þessi vinnubrögð hafi verið viðhöfð áður, en það er auðvitað ekki til fyrirmyndar að halda því áfram. En hér var tillaga að vísa þessu máli á dagskrá og þá ber ég það undir fundinn, þeir sem eru samþykkir því gefið merki. Það eru 2 samþykkir, þeir sem eru á móti því gefið merki og tillagan er felld með 5 atkvæðum meirihlutans á móti 2 atkvæðum minnihlutans. En hér er bæjarfulltrúi Halldórs Benjamín sem situr hér frammi, nýkominn af Keflavíkurflugvelli og hann ætlar að taka sæti á fundinum og Kolbrún Hedda ætlar að víkja klukkan 17:14. Takk fyrir fundinn. Já, sömuleiðis. Og velkomin á fundinn, Halldórs. Já, takk. Og við göngum þá til dagskrá. Og það er fyrst á dagskrá fundargerð bæjarráðs, númer 837. Ég sé í handritinu, Íris, það er ekki dagsetning inn í handritinu. Við höfum ekki venjulega haft það. Þessi fundur fór fram 13. maí 2024. En orðið er laust þessa fundargerð. Gjörðu svo vel. Forseti. Fulltrúar D-listans kom á framfæri óánægju sinni með fundargerð bæjarráðs frá 13. maí síðastliðinn, en þar kemur fram að fulltrúi D-listans hafi ekki mætt á fundinn. Hið rétta er að vegna misskilnings í boðun fundarins kom sú staða upp að fulltrúi D-listans var á fundinum gegnum Teams. Óskað eftir að fundargerðin verði leiðrétt. Einnig óskar D-listinn eftir að samræmis sé gætt í vinnslu fundargerðar á vegum bæjarins. Í því samhengi skal tekið fram að formaður skipulags- og umhverfisnefndar mætti ekki til fundar og boðaði ekki forföll á síðasta fundi nefndarinnar 4. júní síðastliðinn og var ekki getið sérstaklega í fundi nefndarinnar. Undir þetta ritar Sigmar og Ingibjörg.
fyrir einhver og mögulega prestum með minni en ég held að það sé þannig að það þurfi sérstaka ákvörðun ef að bæjarfulltrúar eru á fjarfundi það. En ég leiðist mig ef það rangt. Og það var ekki tekið í bæjarráði, það var ekki tekið slík ákvörðun í þessu máli. Þannig að þegar svo þá eru allir bæjarfulltrúar þeir sem eru í ráðinu og æðstjórnans. Það þú Ég held að Sigmar hafi verið aðeins og umfengjum sem var. Já, þetta alveg rétt höfður. Í þessu tilfelli sem við erum að vísa til þá var svona frekar sérstakar fundarraðir þegar þarna var kynning á ársreikningi Hveragilsbæjar og það barst fundarboð að mér skilst með eðlilegum hætti og svo í kjölfari barst Teams linkur vegna þess að hluti af fundargestum og þar á meðal Njörður held ég. Það hefur verið svona, ef við getum sagt, áheyrnarfulltrúi á þeim fundi. Og þetta var misskilningur á hálfu okkar fulltrúa. Okkur fannst orðalagi í fundargerðinni vera með þeim hætti að það væri verið að svona gefa í skyn að þarna hefði við sem verið að sniðganga fundin. Og við fengum fyrirspurnir frá fólki út í bæ varðandi það af hverju okkar nefndamaður eða fulltrúa hefði ekki mætt. Þannig að mér fannst sko, orðalagið hefði mátt vera öðruvísi. Takk fyrir Sigmar, ég held að þið hafi komið í vel á framfæri að þetta var misskilningur hjá ykkar bæjarfulltrúa eða fulltrúa í bæjarráði sem Jónar nokkuð svo vel. Já, forseti, í rauninni það sem mér langar bara að ítrykka svolítið það sem kannski Sigmar var að fara hérna á. Þetta var að sjálfsögðu hefðbundinn bæjarráðsfundur eða aukafundur í bæjarráði og í bæjarráði það þannig að heimildin þannig að í rauninni það okkur skylt að mæta á fundinn. Við megum vera á fjarfundi séum við í störfum á vegum bæjarins einhvers staðar hér samt á landinu en einhvers misskilis hefur gætt vegna þess að þarna var endurskoðandi bæjarins að fara yfir ársreikninginn og til þess að undirbúa alla bæjarfulltrúa það bauðst þeim bæjarfulltrúum sem sitja ekki í bæjarráð að vera með í fjarfundi. Það samt alveg auðvitað hægt að bara taka þessa athugasemd til greina og bara hafa fundarbúðin skýr í framtíðinni. Hafi þetta verið eitthvað óljóst en ég held að sé bara eðlilegt að við gerum okkur grein fyrir því hvernig skyldur okkur eru sem bæjarfulltrúar bæði sem setu í bæjarstjórn og bæjarráði. Að þeir fundir fara eðli málsins samkvæmt ekki fram í fjarfundi nema þeir gerðu það á tímum COVID. En það kannski sjálfsagt hægt að breyta því að fulltrúi yfirtilista mætti ekki á fundinn vegna misskilnings. Það svo sem alveg hægt að setja eitthvað eða breyta því í fundarbúðinu. En takk fyrir. Takk fyrir Jóhanna, ég held þessi búið að staðfesta þess að fundi ekki bæjarráðs en athugasemdin að koma þá fram í bókun félistans og í þeim athugasemdum sem hann hefur komið að nota í fundi. Það var ekki fleiri kveðið sér hljóðs og þá ber ég fundi ekki bæjarráðs upp til staðfestingar, þeir sem staðfesta hana gefið merki og það eru 5 sem staðfesta hana, þeir sem eru móti gefið merki að staðfesta hana, þeir sem sitja hjá við að staðfesta hana gefið merki og það eru 2 aðilar sem að sitja hjá og það minnihlutinn. Þá göngum við til dagskrárlið 2 sem fundargerð bæjarráðs frá 16. maí. Það er einn liður afgreiðslu sérstaklega númer 7 og það fundargerð héraðsnefndar Árnesinga frá 9. apríl 2024 og hér er lagt til að bæjarstjórn samþykki að við fjárhagsáætlanagerð fyrir næsta ár verði hugað að framkvæmdum uppbyggingu verknámshúss við Fjölbrautaskóla Suðurlands þar sem kostnaðarhlutdeild sveitarfélaganna er 40% af heildarkostnaði verkefnisins. Orðið laustum við 7. Jóhanna Gjörsson. Já, forseti, mér langar að fylgja þessu verkefni úr hlaði. En eins og kemur fram í bókum bæjarins að þá stendur til allavega í áætlunum ríkisins að setja af stað stækkun verknámshúss og sem að við að sjálfsögðu fögnum og við sem hlutaðeigandi að Fjölbrautaskóla Suðurlands að þá erum við að leggja til að það verði allavega að þetta verði haft til hliðsjónar í fjárhagsáætlanagerðinni enn sem komið ekki komin einn kostnaðargreining á verkefninu. En þetta á áætlun ríkisins árið 2026 og unnið að fjármögnun þessa verkefnis. Þetta ákveðlega brýnt, þannig að mér finnst bara að gera við staðfestum bókum bæjarráðs
til þess að ýta við þessu verkefni og eflaust eiga fleiri sveitarfélög eftir að koma með okkur á þennan vagn og það hefur verið samtali með eins og kom fram í þessari fundargerð héraðsnefndar. Þannig að fólk með þetta þetta en við bara ágætu bókum þetta. Þannig að við gerum ráð fyrir því að við þurfum að taka samtali þennan kostnað okkar sem er 40% af heildarkostnaði stækkurinnar. Takk fyrir. Jóhanna, það er ekki fleiri þessi ljós og þá fer ég þessar tillögur upp í samþykktar. Það að bæjarstjórn samþykki við fjárhagsáætlun fyrir næsta ár verði hugað að framkvæmdum uppbyggingu verknámshúss við Fjölbrautaskóla Suðurlands. Þessi kostnaðarhluti sveitarfélaga 40% af heildarkostnaði verkefnisins. Þessum samþykki því gefur merki, það er samþykkt samhljóða. Þá er það fundargerð bæjarráðs á öðru leyti til umræðu. Merkinu kveður sér ljós og þá ber ég fundargerð bæjarráðs frá 16. maí upp til staðfestingar. Þessi staðfesta hana gefur merki og þetta er staðfest samhljóða. Þá er það þriðji dagskrárliður sem er fundargerð bæjarráðs frá 7. júní síðastliðinn. Þar eru liðir afgreiddir sérstaklega númer 8, 10, 11, 12, 13, 14 og 15. Við byrjum á liði 8 sem er bréf frá Jónasi Pálssyni frá 3. júní 2024. Og hér er lagt til að bæjarstjórn samþykki að falla frá forkaupsrétti að fasteigninni við Breiðumörk 16 í Hveragerði að þessu sinni. En orðið laust á þennan lið, engin hversu hljóðs og þá ber ég hann upp til samþykktar þess að samþykki gefur merki og hann með samþykkt samhljóða. Þá er liðið 10, verkkönnun á jarðvinnu í tengslu við nýjan gervigrasvöll við Hamarshöll í Hveragerði. Hér er lagt til að bæjarstjórn samþykki að taka tilboði lægstbjóðanda, Auðverk EHF, enda uppfylli tilboð fyrirtækisins öll skilyrði uppboðsferðum. Orðið laust, Jóhanna Kjörsson. Forseti, þetta er eitt af mörgum jákvæðum málum sem eru í dagskrá bæjarstjórnarfundarins í dag. Þetta er ákaflega spennandi verkefni og það er ánægjulegt að sjá að þarna er tilboðið í þetta verk töluvert undir kostnaðaráætlun og þetta hefur verið í miklum undirbúningi hjá Pétri bæjarstjóra og starfsfólki bæjarins og í samtali við þá sem að koma til með að nýta þjónustuna og það er búið að eiga sér stað samtal við Hamar vegna málsins og er unnið að því að taka fyrstu skóflustungu í þessu frábæra mannvirki og ég veit að það er bara í fullum undirbúningi. Takk fyrir. Takk fyrir Jóhanna, Sigmar bað orðið. Ég ætlaði að fara að samþykkja þetta bara. Já, það er svona það er mjög gott að heyra. Það er ekki fleiri hversi ljós og þá fer ég upp lið 10 jarðvinnu við gervigrasvöllinu til samþykktar sem er samþykkiðumerki og það er samþykkt samþykkt. Þá er liður 11 minnisblað skrifstofustjóra vegna verðfyrirspurnar frá raforkusölu afgreiddu sérstaklega. Hér er lagt til að bæjarstjórn samþykki að taka tilboði orku heimilanna. Orðið laust þannig lið. Engin hversu hljóðs og þá ber ég hann upp til samþykktar og hann er samþykktur samþykktar. Þá er liður 12 minnisblað frá forstöðumanni stuðningsþjónustu og málefna eldri borgara varða heilsueflingu 60+. Hér er lagt til að bæjarstjórn samþykki veitingu aukins fjármagns krónu 700.000 í verkefni heilsuefling 60+. Orðið laust þennan lið. Engin hversu hljóðs og þá ber ég hann upp til samþykkt. Það er samþykkt samþykkt. Þá er liður 13. Viðauki við fjárhagsáætlun starfsmannamál. Hér er lagt til að bæjarstjórn samþykki viðauka við fjárhagsáætlun upp á 9 milljónir króna vegna tímabundinna ráðninga starfsmanns í hlutastarf á velferðarsviði. Viðauka verður mætt af launalið í fjárhagsáætlun 2101-9990. En orðið er laust þennan lið. Engin kveður sér hljóðs og þá fer ég hann upp til samþykktar. Hann er samþykktur samhljóða. Liður 14. Reglur umsjón skólavist utan lögheimilis sveitarfélags. Hér er bókun sem stendur eftir nánari skoðun fyrir að gera þurfi breytingu á reglunum og bæjarstjórn samþykki því að fresta afgreiðslu á lið 14. Þess að hér er lagt til að afgreiðslu á þessum lið 14 í fundargerð bæjarráðs honum verði frestað. En orðið laust. Forseti, við erum kannski bara svolítið ánægð með að heyra það af því ég var með ábendingar inn í þennan lið sem hefði mögulega mátt koma á fyrri stigum en
Í fyrsta lagi langar mig að segja hvað það er gríðarlega gott skref að það sé komið eða á leiðinni gott regluverk í kringum þetta. Því að það hefur alveg verið galin staða að bæjarfulltrúar sé að taka einhverjar ákvarðanir sem að byggja ekki á neinum forsetum þessa hluti. Þannig að það sé þá búið að skoða hlutina út frá ákveðnu regluverki og bæjarfulltrúar staðfesti þá. Bara alveg eins og þegar við erum að taka ákvörðun hvort að megi byggja við bílskúr eða hvað það er sko. En allavega sko, eftir að hafa leið svolítið yfir þetta og ég starfa nú í þessum geira, þá fannst mér vanta að það er tilgreint hverjir sitja í svokölluðu móttökuráði. Móttökuráð er það ráð, samkvæmt þessum reglum sem að tekur afstöðu í þessum málum og ég held að það sé eðlilegt sko, mér finnst til dæmis svolítið skrítið þar sem ég starfa í skólakerfinu, ég hef aldrei heyrt móttökuráð. Þannig að ég held að sé alveg ástæði til þess að útskýra það eitthvað frekar í þessum reglum og svo finnst mér sko, þó ég heldur reyndar að það sé ekki að gerast með þessu, en þá er mjög mikilvægt að þessi kveður svolítið fast á orði að bæjarráð sé ekki með, eða bæjarráð eða bæjarstjórn sé ekki með þess að framselja valdi sínu til móttökuráðs. Móttökuráð er væntanlega ráðgefandi til bæjarráðs varðandi þessi mál og bæjarráð og eftir atvikum bæjarstjórn staðfestir þá niðurstöðu þessa ráðs. Þannig að þetta er kannski svona mínir punktar inn í þetta og kannski fyrsta málunni fresta hægt að taka tillit til þeirra. Fyrir góðar ábendingar sinnar og ég hvetur til þess að koma til áfram til bæjarstjóra sem það kemur eitthvað stað en Dagný sér svo vel. Forseti. Þetta eru bara fínar ábendingar frá Sigmari. Þetta er hluti af því sem við verðum að skoða í yfirferð á þessum reglum núna í þessum eftirmálum þessa fundar eða eftirmálum það bara. Við skoðum reglunar nánar og okkur fannst skorta aðeins á að það væri skilgreind betur hlutverk aðallega hverjir eru skipaðir í þetta ráð, hvað þetta ráð er og sömuleiðis skýra betur ákvæði valdframsal og fleira þannig að þú ert alveg með sömu punkta þarna inni og við höfum verið að vinna með. Þannig að það verður bara ánægjulegt að koma þessu í góðan farvega því að eins og þú segir þá hefur skort á betri umgjörð utan meðferð þessara umsókna og með því að setja svona skýrari reglur hvernig við tökum þessar ákvarðanir þá verður ráðin góð þrá. En hvetið annars til þess að koma þessum ábendingum áleiðis síðan til bæjarstjórnar. Takk fyrir. Takk fyrir Dagný. Það var ekki fleiri fyrir þessi ljós og þá ber ég þessa tillögu upp til samþykktar, það er að segja að best afgreiðslu á lið 14 í fundir í bæjarráðs. Þeir sem eru samþykkt því gefmerki, það er þau sem eru samþykkt því fyrirgefi, það er samþykkt samhljóð. Þá er liðið 15 sem er ábyrgð Hveragerðisbæjar vegna landtöku brunavarna Árnessýslu. Og hér kemur langur texti sem ég ætla að lesa upp. Tillaga. Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð vegna landtöku brunavarna Árnessýslu og lánasjóðs sveitarfélaga að fjárhæð 190 milljónir króna í samræmi við skilmála láns til ársins 2039 eins og þeir verða á þeim tíma er lánið tekið. Er ábyrgð þessi veitt samanber heimild í 2. málsgrein 69. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og er hún óskipt gagnvart kröfuhafa. En innbyrðis skiptist hún í hlutfalli við eignarhluti í brunavörnum Árnessýslu. Hveragerðisbæjar veitir lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sömu laga. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Er lánið tekið til að fjármagna kaup á nýjum dælubíl vegna byggingar á tæki- og búnaðargeymslu á Laugavatni og vegna fyrsta áfanga byggingar á Flúðum samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóðs sveitarfélaga nr. 150/2006. Hveragerðisbær skuldbindur hér með sveitarfélagi sem eiganda brunavarna Árnessýslu til að breyta ekki ákvæði samþykkta félagsins sem leggur hömlur á eignarhald af félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila. Fari svo að Hveragerðisbær selji eignarhlut í brunavörnum Árnessýslu til annar opinberra aðila skuldbindur Hveragerðisbær sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu
að sínum hluta. Jafnframt Pétri G. Markan, kennitala 1602815459 bæjarstjóra Hveragerðisbæjar veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að staðfesta fyrir hönd Hveragerðisbæjar veitingu ofangreindra ábyrgðar með áritum á lánssamningum. Orðið laust. Þetta svo vel hjá honum. Takk forseti. Ég langar svona að vekja athygli á því í þessu ágæta máli að hér erum við að veita ábyrgð vegna lántöku en umræddur dælubíll hann var að koma í Hveragerði og það stendur ekki held ég alveg skýrt þarna. Það held ekki nefnilega en ég þá bara að ítreka það. Það held ég ekki alveg skýrt en þessi bíll væntanlegur í þessu mánuði. Ekki það ég svo sem heyrt að það sé væntanlegur, hann átti nú að koma snemma á þessu ári. Fyrst átti hann að koma í lok síðasta árs en svona vegna ytri aðstæðna þá hefur þetta aðeins tafist í framleiðslu en við bíðum spennt. Það verður þetta væntanlega mikil hátíð þegar bíllinn mætir á svæðið. Takk. Takk fyrir Jóna. Rosa spennt yfir dælubíl. Það er ekki fleiri kveðsir hljóðs og þá ber ég þetta upp til samþykktar. Þetta er samþykkt samhljóð. Þá er að fundargerðin á öðru leyti til umræðu Sigmar Björnsson. Forseti, ég ætla aðeins til þess að taka til máls lið 17, held ég alveg örugglega, sem var fyrirspurn frá fulltrúum D-listans varðandi biðlista í leikskóla. Og nefnilega fannst þau svör sem okkur barst við þeirri fyrirspurn vera frekar óljós. Og í rauninni svarið sem var í þarna í bæjarráði var bara svar við einhverju allt öðru heldur spurt varum. Við óskuðum eftir upplýsingum hversu mörg börn væru á biðlista eftir úthlutun fyrir haustið 2024 en svarið í rauninni fól í sér hversu mörg börn væru á biðlista fædd þarna okkur ákveðnu tímabili 2023 og samkvæmt þeim svörum voru þau samtals 24 talsins miðað við þau svör sem bárust. Svo óskuðum við eftir frekari svörum eftir bæjarráðsfundinn og fengum svo þær upplýsingar að á biðlistanum væru samtals 60 börn. Þar af 37 fædd 2023 og ég er svona bara, við erum að velta vöngum bara yfir því hver staðan sé í raun og veru. Þannig að það er augljóslega bara, það er eitthvað misfarist í þessum svörum eða ég veit ekki nákvæmlega hvar klikkið er. Það eina sem að vakið fyrir okkur er að átta okkur á umfangi biðlistans. Dagný, við vorum ekki svo vel. Eins og sjá má í svari frá meirihluta í bókun bæjarráðs þá er tiltekið sérstaklega að staðan sé þarna uppgefin eftir úthlutun, seinni úthlutunar. Og ég veit ekki betur en að þetta séu réttar tölur fyrir það. Getur verið kannski að það hafi síðan borist einhverjar skýringar með aðrar forsendur þegar að leita verið eftir þeim í framhaldinu. Að það séu þetta börn sem er ekki hafin að byrja nú þegar í sinni leikskólagöngu en þau hafa kannski sannarlega fengið boðun að það hefjist aðlögun á ákveðnu tímamarki. Af því í rauninni þá skilja svarið eins og við lögum þá fram og samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfum frá starfsfólki bæjarins þannig að inn í þessum tölum sem voru lögð fram á fundinum séu bara þau börn sem hafa ekki fengið boðun að leikskólagangan hefjist á ákveðnum tímapunkti. Ég veit ekki hvort að þetta kannski svari einhverju af því sem þú varst að spyrja hérna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Dagný, Sigmar hefur aftur ávíkjum svo vel. Forseti, nei, það svarar því ekki. Það kom fram í þessu svörum að það væri 24 börn biðlista fædd 2023. Svo óskuðum við eftir frekari útlistur á þessu og það fengum við yfirlit sem var uppfært 7. júní síðastliðinn. Þá var talan 37 af börnum sem fædd 2023 og nokkur fædd 2022 og svo framvegis. Þannig að mér bara tölurnar ekki standast en minn skilningur var sá að þetta yfirlit væri eftir þessa úthlutun og það er náttúrulega lykilatriði að því börn sem er búið að fá úthluta leikskólapláss í haust þau eru sannarlega komin að á leikskólanum þannig að við þurfum ekki að hafa miklar áhyggjur af þeim. En eins og ég segi, það eina sem vakir fyrir okkur er átt okkur á hver staðan er.
æfingu. Við grunar að kannski sé þarna og við kannski getum líka bara tekið fundilega til að skoða þetta eins í sammenningu til þess að finna út úr þessu en við grunar að þarna sé verið að tala heildartölur barna sem eru komin inn með virka umsókn en ekki endanlega búin að ná 12 mánaða markinu á þessu tímabili sem verið að vísa í svörunum í bæjarráði. Og ég man eftir því sjálf að hafa lesið svona gögn sem hafa borist frá starfsfólki bæjarins sem stöðu á biðlistum og ég átti eitthvað erfitt með áttum á að svo skýringin var þessi að í rauninni það var verið að miða við börn sem komin fram yfir þann aldur sem er samkvæmt viðmiði bæjarins áætlað að taka inn og það er þetta 12 mánaða mark. Þannig það bara tekin inn sá fjöldi sem er orðinn 12 mánaða 1. september 2024 í þessu svari í bæjarráði sem í rauninni það miðað við þegar að leikskólar hefjast í haust og það verið að taka inn þarna seinni lotunum hvað eru mörg börn sem standa eftir á biðlista sem sannarlega eru yfir þeim aldri sem miðað við séu komin þá inn. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Dagný. Ákveðið eftir laustu fundargerð bæjarráðs engin kveður sem hljós. Og þá ber ég fundargerðina í heild sinni upp til staðfestingar, við staðfesta hanagerðmerki, við staðfesta samhljóða. Þá fjórði dagskrárliður sem skipulags- og umhverfisnefnd frá 4. júní. Það eru liðir afgreidd sérstaklega 3, 5 og 7. Við byrjum á lið 3 sem breyting á deiliskipulagi Hólmabrúnar, Dalsbrúnar og Hjallabrúnar. Og hér lagt til að bæjarstjórn samþykki að auglýsa deiliskipulagsbreytinguna í samræmi við 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Náðu laustu þennan lið kveður sér ljós og þá ber ég þessa tillögu til samþykktar sem samþykkingarmerki, hún samþykkt samhljóða. Þá liður 5, réttreiði 14, umsókn stækkun lóðar. Hér lagt ég að bæjarstjórn samþykkja hafnaerindinu, þar sem hitasvæði, þar sem að óskar eftir stækkun lóðar enn í skoðun. En orðið laust þennan lið, hversu hljós, þá ber ég upp þessa tillögu að bæjarstjórn samþykkja hafnaerindinu, þeir sem eru samþykkir að hafnaerindinu gefa merki og það samþykkt samhljóða að hafnaerindinu. Og þá liður 7, framkvæmdaleyfi sem afgreidd sérstaklega. Hér lagt til að bæjarstjórn samþykki framkvæmdaleyfið í samræmi við 1. málsgrein 15. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið laust lið 7. Engin hversu hljós og þá ber ég upp þessa tillögu, þeir sem eru samþykkingarmerki og hún samþykkt samhljóða. Þá að fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar að öðru leyti til umræðu. Engin kveður sér hljós og þá ber ég upp fundargerðina í heild sinni upp í staðfestingar, þessi staðfesta hanagerðmerki, hún staðfest samhljóða. Og þá að 5. dagskrárliður þessa fundar sem fundargerð skólanefndar frá 7. maí og orðið laust fundargerðina. Engin kveður sér hljós og þá ber ég upp þessa fundargerð upp í staðfestingar, sem samþykkingarmerki, hún staðfest samhljóða. Það var 7. dagskrárliður sem fundur fasteignafélag Hveragerðis ehf. frá 27. maí síðastliðnum. Og í fundargerðinni 1 dagskrárliður og hann afgreiddur sérstaklega og ég ætla að fá að lesa upp tillöguna og ekki orðið laust. Hér þessi tillaga. Tillaga samkomulagi uppgjör vegna Hamarshallar afgreiddur sérstaklega. Bæjarstjórn samþykkja að fela Kristni Bjarnasyni lögmanni að undirrita lokasamkomulag við Sjóvá að upphæð 35 milljónir króna vegna falls Hamarshallarinnar en að ræða heildarfjárhæð fyrir bæði húseigendatryggi og lausafjártryggingu. Og til skýringar þá rétt að nefna að þetta til viðbótar þeim 108 milljónum ekki satt sem að voru greiddar út á Sjóvá árið 2022. En orðið laust þetta andur fjárhæð. Bara ánægilegt að það sé búið að loka þessu máli, sem 2 ár liðin síðan að það fauk Hamarshalli. Og ég ætla bara að þakka bæjarstjóra og lögmanni að ná þessi lendingu, sem sé bara ágætt. Þetta vil maður alltaf heyra, en ég held að þetta sé bara ásættileg niðurstaða. Eins og var líka svona góð hugmynd þegar peningur kemur í hús að eyrnamerkja hann í einhver verkefni. Gera það þakkir. Takk. Fyrir þetta Halldór, orðið ennþá laust. Fasteignafélags Hveragerðis. Það
Enginn þessi hljós. Þá ber ég þessa tillögu sem er liður 1 til samþykktar. Þeir sem eru samþykkt í þrígeðmerki, það er samþykkt samhljóða. Til samþykktar, en svo er það fundargerðin sem er bara einn liður, þannig að ég ber þá fundargerðin í heild sinni til staðfestingar. Þessi staðfestingarmerki, hún er staðfestingar. Og þá er að fundargerð öldungaráðs frá 7. maí 2024. Orðið laust. Enginn þessi hljós. Þá ber ég þessa fundargerð upp til staðfestingar, þessi samþykkingarmerki, eða staðfestingarmerki, staðfest samhljóða. Þá er að fundargerð yfirkjörstjórnar frá 16. maí 2024. Orðið laust. Enginn þessi hljós. Þá ber ég hann upp til staðfestingar, hún er staðfest samhljóða. Það var að fundargerð yfirkjörstjórnar frá 27. maí 2024, orðið laust. Enginn þessi hljós og ég ber hana upp til staðfestingar, hún er staðfest samhljóða. Það var að fundargerð yfirkjörstjórnar frá 31. maí 2024, orðið laust. Enginn þessi hljós og ég ber hana upp til staðfestingar, hún er staðfest samhljóða. Það var að fundargerð kjörstjórnar frá 1. júní 2024, kjördeild 1 og kjördeild 2, orðið laust. Þessi hljós og þá fer ég þessa fundargerð upp til staðfestingar, hún er staðfest samhljóða. Það var að 12. dagskrárliður, fundargerð aðalskipulagsnefndar frá 30. janúar 2024, orðið er laust. Sandra, gjörðu svo vel. Forseti, ég langar bara aðeins að fara yfir þessa vinnu sem er í gangi. Og þarna sitja fulltrúar allra flokka og sérfræðingar sem hafa verið að vinna að þessu með Hverfisbæ. Þessi vinna er á áætlun og það er búið að ljúka fyrsta áfanga þessa verkefnis. En fyrsta áfangin var í rauninni skipulagslýsingin og setja hana í auglýsingu. Það bárust nokkrar ábendingar og verið er að vinna svolítið úr þeim og bregðast við fyrir síðan áframhaldandi vinnu. Þannig að það er áfangi 2 sem er í gangi núna, það sem er verið að skoða bara forsendur og svona megin markmið og það er einmitt í næstu viku sem er áætlaður fundur með þessum sérfræðingum og byggingar- og skipulagsnefndinni og bæjarfulltrúum. Þannig að það fá allir kynningu á því hvert sem er komið í þessari vinnu og svo framvegis. Þannig að samgönguhlutin er að vera tilbúin drögin af þeim og það er áætlaður íbúafundur í 1. september. Þannig að svo heldur auðvitað vinnan áfram og svoleiðis og samráði íbúa og fleira. Þannig að það er svona verið að horfa til þess að nýtt aðalskipulag líti dagsins ljós í lok árið 2025. Þannig að já, en mér langar bara svona aðeins að vekja athygli á þessu og þessari góða vinnu og það eru góðir aðilar sem eru að vinna þetta með Hverfisbæ. Glam Kím og VAFBO, Landform og VAFBO. Þannig að bara hafa unnið mjög góða vinnu með okkur ásamt Hildi skipulagsfulltrúa. Takk. Takk Sandra, orðið laust fundargerð aðalskipulagsnefndar. Enginn þessi hljós. Þá ber ég hana upp til staðfestingar. Hún er staðfest samhljóða. Þá er 13. dagskrárliður sem er samþykkt breytingu á samþykktu stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar nr. 923/2023 og hér er lögð fram til fyrri umræðu tillaga breytingu á samþykktu stjórn og fundarsköp. Auk minnisblaðs bæjarritara breytingu á samþykkti varðar tímafrest til að setja mál á dagskrá bæjarráðs og nefnda sveitarfélagsins. Orðið er laust þessa breytingu. Signa Björnsson. Forseti. Já. Ég og Ingibjörg ætlum að sitja hjá í afgreiðslu þessa máls. Það er náttúrulega eftir að vera að vísa því bara til annarra umræðu. Það er einfaldlega vegna þess að okkur hefur ekkert fundist bæjarstjórn hafa gengið neitt rosalega vel að byrja tímamörk. Þannig að ég held að sé ekki tímabært að setja sér strangari tímamörk heldur en nú hafa þegar verið. Og ef ég er að skilja þetta regluverk rétt, þá erum við að tala um þarna að þegar erindum er skilað inn til bæjarráðs, þá þurfum það að gerast á föstudegi. Og ég veit að svona allflestir bæjarfulltrúar eru nú að vinna svona í öðrum dagvinnustörfum. Og það væri
að ég held mjög praktískt að geta nýtt helgina til þess að vinna mál lengra og skila þeim svo inn kannski á mánudag fyrir bæjarráðsfund. Og ég held, mér persónulega finnst það nægur tími fyrir bæjarfulltrúa til þess að geta þá kynnt sér hlutina. Þannig að ég held að þetta sé ekki góð breyting og eins og ég segi, okkur hefur ekkert gengið, ég kann bara kannski hvorki minnihluta né meirihluta vel að fara eftir þessum reglum. Sigmars Dagný hefur það mikið og svo vel. Forseti. Þetta er bara leiðið mig ef að ég fær með rangt mál, en 3 sólarhringar fyrir 5. er væntanlega miðvikudagur, þriðjudagur, mánudagur. Þar af leiðandi hefur fulltrúi sem er að undirbúa fyrirtöku mála Fyrir 8 mánuði. fyrir 8 mánudagsmorgni. Ok. Já. Já. Það hljómar betur. Ekki því viðskipt. Takk fyrir Dagný, hún er svo vel. Forseti, já, og í rauninni þessi breytingar líka til þess að starfsfólk bæjarins fái meiri tíma og meira svigrúm til þess að undirbúa fundina. Þannig að þetta er kannski aðalega gert til þess að sé hægt að vinna málin hér á skrifstofunni. Takk fyrir. Þetta Jóhanna Sandra hefur beðið orðið og svo vel. Forseti, kannski þessu til viðbótar að þá er þetta stytting vinnuviku líka á bæjarskrifstofunum, þannig að starfsfólki er oft farið út á hádegi á föstudegi, þannig að það hefur alveg reynst erfitt og starfsfólki er á hlaupum, þannig að þetta er einna helst líka fyrir starfsfólk hér sem er að undirbúa þessa fundi fyrir okkur, þannig að bara mér langar að koma því og að líka taka ykkur. Takk fyrir þetta Sandra. Og hér er verið að vísa málinu til síðar umræðu. Það er spurning hvort að félistin í Hveragerði vilji ekki vísa til síðar umræðu. Já, við getum samþykkt að vísa til síðar umræðu. Og þá er hér lagt til að þessi verði vísa í síðar umræðu þess að við samþykkið því innmerki. Það er samþykkt samþykkt. Þá er það 14. dagskrárliður sem er minnisblað frá byggingarfulltrúa vegna gatnagerðar. Og hér er lagt fram minnisblað frá byggingarfulltrúa þar sem óskar eftir heimild til greiðslu viðbótarkostnaðar vegna lagningar grastaka milli Dalsbrúnar og Sunnumarkar, milli Hjallabrúnar og Dalsbrúnar, milli Hjallabrúnar og Felamerkur og meðfram nýju svæði Náttúrulækningafélags Íslands. Og hér er lagt til að bæjarstjórn samþykki veitingu viðbótarfjármagns fyrir þetta upp á 14 milljónir króna og fjármögnunin verði mætt af lið númer 3180 í fjársáttun. Orðið er laust þetta. Dagný, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætlaði mér nú ekki að koma upp ykkur einasta máli hérna að tala en þið fóðu að heyra rödd mín og í dag. Svona við fyrstu sýn þá finnst manni blasa við að þetta sé fyrir mig há fjárhæð fyrir svona framkvæmd en þetta eru þetta innkoman hérna inn í bæinn núna, önnur tveggja frá þjóðveginum og það er mjög mikilvægt að þar sé snyrtilegt og mikilvægt sömuleiðis fyrir íbúa þessa svæðis að þarna sé vel frá gengið og mér finnst sjálfri gaman að sjá í framhaldinu meiri svona þróun á þessu svæði. Það var það gróður, ég væri til að sjá meira trjám og fleiru þarna og ég hugsa að það myndi líka hjálpa til varðandi hljóðamengun frá þjóðveginum sem að svona kannski íbúarnir næst þjóðveginum finna mest fyrir þarna. En að sjálfsögðu eru þetta líka stórkostlegt útsýni fyrir marga yfir Ölfusið og það eru örugglega margir sem að myndu síður vilja sjá háreist tré þá þarna í vegi fyrir því en það væri gaman samt að vinna það aðeins áfram hvort það sé hægt að gera eitthvað meira við þetta svæði. Takk fyrir. Ég held að... Nei, hér fyrir við að lofa ykkur svo vel. Já, forseti og aðri góðir tilheyrendur. Mér langaði rétt að koma undir þessum lið. Mér finnst þetta áhugaverður liður. Hann er áhugaverður kannski í tvennum skilningi. Annars vegar er það mikilvægt að þegar við erum í gatnagerð og það gengur vel og við erum bara með verktaka sem við erum sátt við að við reynum eftir fremsta megni að klára verkefni. Og það er ákveðin liður í því líka að laða af aðila
fjölskyldur sem eru þá tilbúinir að byggja og setja fjárfestingu í lóðirnar okkar, að þau finni sannarlega að það sé verið að ganga frá lóðunum og götunum þannig að þetta sé prýði. Og í þessu tilfelli þá gengur bara verkefnið vel og þá mjög mikilvægt að fylgja því eftir. Og þetta setur líka bara ákveðið fordæmi, ég ætla bara að nefna það hér, vegna þess að við erum að fara í alls konar gatnagerð og við erum að fara að þenja þennan bæ út og taka á móti fullt af fólki og það mjög mikilvægt að það sé ímyndin sem við gefum frá okkur, það sé tilfinningi sem fólk hefur, að hér búi fólk við fallegar götur sem eru full frágengnar. Takk fyrir Pétur. Við sem að búa mjög lengi í munn og eftir öllum ómalbyggt göttunum sem Hveragerði sem svolítið einkenni bæjar hreinsinni en síðan hefur það sem betur breyst. En hér verið að fara tökuleikja 6.500 fermetra, þetta ekkert smá svæði í heild sinni. En þá ber ég þessa tillögu upp til samþykktar, þeir sem samþykkið því gefur merki, það samþykkt samþykkt. Ára 15. dagskrárliður. Hér tillaga frá meirihluta bæjarstjórnar af leiksvæðum í Hveragerði og það einhver sem vill fylgja þessu blaði. Dagný vill fylgja þessu blaði. Og þá er það bara svo greina eitthvað skirkjusur. Takk, forseti. Ég vil stíga hér í pontu eins og enn. Meirihluti bæjarstjórnar leggur til að bæjarstjóra verði falið að vinna áfram að eftirfarandi verkefnum vegna leiksvæða Hveragerðisbæjar. Og það þá númer 1, vinna nánar og leggja fyrir bæjarráð í byrjun júlí tillögu að nýtingu og opnu svæði milli Varmahlíðar, Dinnskóga og Laufskóga. Óskað eftir því nánar að útferði verði tillögur að leiktækjum eða öðrum búnaði sem ýtir undir nýtingu á reitnum með tilliti til samveru fjölskyldunar og leiksvæði sem henta á svæðinu í ljósi aðgengis, skipulags og samtals við íbúa. Og þarna hann að svega til að nafni Leynilundur. Og númer 2, koma í farveg vinnu við frumhönnun á leiksvæði fyrir börn að Heiðmörk 66 sem á skipulagi ætluð undir leiksvæði. Númer 3, vinna tillögu að leiktækjum fyrir börn á skipulögðu opnu svæði í vesturenda Dalhrauns og leggja fyrir bæjarráð í byrjun júlí. Númer 4, vinna samantekt kostnaðar við kaup á fótboltamörkum fyrir túnið við Heiðabrún innan svega þríhyrningin eins og hann er kallaður og leggja fyrir bæjarráð í byrjun júlí. Númer 5, vinna samantekt á núverandi leiksvæðum og ástandi leiktækja og úrbótum eftir atvikum og kynna fyrir bæjarráði í júlí. Og með þessu fylgir svohljóðandi greinargerð. Undanfarnar vikur hefur meirihluti bæjarstjórnar ásamt bæjarstjóra og öðru starfsfólki bæjarins unnið að mögulegum útfærslum á leiksvæðum innan bæjarmarka Hveragerðisbæjar. Í samræmi við málefnasamning flokkana þar sem sett fram það markmið að koma upp leikvöllum víðar bæinn og ríka áherslu á fjölskylduvænt samfélag. Í ljósi þessarar vinnu leggur meirihluti bæjarstjórnar til að bæjarstjóra verði falið að vinna áfram að fyrrgreindum verkefnum vegna leiksvæða Hveragerðisbæjar. Og undir þetta rita Dagný Sif, Halldór Benjamín, Jóhanna Ýr, Njörður og Sandra. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Dagný, orðið laust fyrir þennan dagskrárlið, Sigmundur svo vel. Þetta er frábært mál og ég var ekki tekið undir hvert einasta orð sem þarna er. Við ætlum samt að sitja hjá við afgreiðslu þessa máls vegna þess að okkur finnst vera formgalli á því hvernig þetta er lagt fyrir bæjarstjórn og ég er bara persónulega þannig gerður að ég spil eftir leikreglunum og þess vegna sit ég hjá en málið er samt gott. Takk fyrir þetta Sigmar, orðið ennþá laust. Jóhanna gjörðu svo vel. Mér langar eiginlega að hvetja til-listan til þess að vera með í þessu frábæru máli. Af því að eins og kom fram áðan varðandi mál á dagskrá, þá hefur verið bara mjög ríkur skilningur á því að koma inn málefni á dagskrá alveg svo til-listi fékk svo sannarlega í bæjarráði núna daginn. Þá komu fyrirspurningar leikskólaplásin, þau komu tæknilega séð innan skekkjumarka, þau komu rauninni ekki á réttum tíma, en spurningarna voru teknar fyrir, þannig að ég vil hvetja ykkur til þess að taka þátt í þessu frábæra uppbyggingarverkefni, alveg eins og mér finnst tillaga til-lista frábær sem kemur hér á eftir og ég kem til með að samþykkja, þannig að
Mér finnst bara mikilvægt, við höfum átt í bara góðu samstarfi núna undanfarið, þannig ég hvet ykkur til þess að taka þátt í þessu með okkur og af því að ég heyri það á okkur að þið eru spenntir í málinu, verið með okkur í þessu. Takk. Fyrir þetta, Jóna, Dagný, hversu vel? Forseti. Tek undir þessi góðu orð hjá henni, Jóhannu. Ég langaði bara að koma á framfæri sérstaklega því að við erum auðvitað með tillögulistans hérna í umfjöllun á eftir og aðeins að útskýra munin á þessum tveimur tillögum hvað varðar svæðið hérna í Kambalandi. Og það hefur alveg borið mikið umræðu í Kambalandinu með foreldra að það vanti leiksvæði sem sé auðveldar aðgengilegt en þau leiksvæði sem í rauninni eru inn í gömlu bæjarmörkunum eða gömlu byggðinni. En það er svolítið langt að sækja, sérstaklega með mjög lítil kríli. Og það sem við erum hér að leggja til er að það verði komið upp í rauninni svona staðsetningu til bráðabirgða fyrir leiksvæði, fyrir leiktæki, uppsetningu leiktækja í Kambalandinu sem er það þarna í endanum á Dalabrúnni. Þar er svona grasblettur sem tilheyrir í rauninni bara bæjarlandi. Þetta er ekki hluti af lóðunum sem liggja þarna við götuna og hann liggur mjög vel við til þess að útbúa þarna svæði á meðan það er ekki búið að framkvæma loka frágang á í rauninni því svæði sem er búið að skipuleggja í deiliskipulagi undir leikvöll og það svæði er í rauninni svæði sem við erum að fara að taka fyrir hérna eftir í tillögu minnihlutans og bara tek því fagnandi að setja það af stað í leiðinni og við vitum samt að það verkefni tekur aðeins lengri tíma og hugsunin núna er að bregðast aðeins við bara þeirri stöðu sem er uppi núna fyrir allan þann fjölda barna sem er í Kambalandi og á langt að sækja allavega lengra en kannski önnur börn í bæjarfélaginu í svona svæði og koma þá upp tækjum þarna sem verður síðan hægt að nýta til framtíðar á svæðinu sem er bara hinum með götuna. Þar sem á eftir að klára frágang og enn er mikið af grjóti og fleiri sem hefur verið sett þar í bili á meðan að unnið er að frágangi. Þetta þá í rauninni uppgröftur sem hefur komið upp úr lóðum þarna á svæðinu. Og við gatnagerð og fleira. En mér finnst þetta persónulega mjög skemmtilegt mál. Ég er búin að bíða spennt eftir því að geta sett á dagskrá alveg frá því að við tókum hérna við og þá ekkert endilega í þessum sérstöku útfærslum heldur bara að geta bætt aðstöðuna fyrir fjölskyldur innan Hveragerðisbæjar með þessum hætti. Og mér finnst alveg vera þörf á því og maður sér svæði eins og hérna í þríhyrningnum við Grænumörk og Heiðabrún þar sem var ofboðslega mikið líf hérna í den og þar hafa bara varla sést börn að leika í mörg ár og það þarf ekki mikið til. Eins og núna liggur tillagan fyrir að einfaldlega bara koma með kostnaðargreiningu á mörkum til að setja þær upp. Þannig að það sé allavega eftir einhverju að falast fyrir krakkana að fara þarna og svo skapast auðvitað ævintýra umgjörðin þar í kring. Þannig að ég held að við megum ekki heldur gleyma okkur í því að allt er að vera svo ofboðslega dýrt eða svo þaul útfært og svo framvegis, það þarf oft ekki mikið til. Þannig að mér finnst bara ofboðslega gaman að fá að taka þetta mál fyrir hérna í dag og vona að við getum öll staðið þessu saman. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Dagný. Vinnar. Já, bara takk fyrir þetta og takk fyrir brýninguna, Jóhann. Ég kannski, ég set ekki alveg sömu formerki á fyrirspurn og biðlista í bæjarráði og tillögu í bæjarstjórn sem að felur í sér mikinn kostnað kannski fyrir bæinn. Ég legg það ekki alveg sama stað en ég er, eins og ég sagði áðan, ég er hlynntur smári en ég er líka samkvæmur sjálfur mér og fer eftir reglunum og þess vegna þessa formgalla þá sittum við hjá. Ég veit ég búin að taka þetta máls tvisvar undir þessum lið, en mætti ég skjóta að einu sem ég glemdi sem náðan. Já, þú svo er. Var með einmyndin. Takk fyrir. Við vildum líka upplýsa það hérna á fundinum að við erum að taka fyrir mögulega breytingu og nýtingu á svæðinu sem er þarna kallað Leynilundur í tillögunni. Það er svæði sem er á milli Dimmskóga og Laufskóga. Þetta er í rauninni umkringt bara lóðum þar sem fólk býr og ástanda hús og það er aðkoma að þessu svæði í gegnum göngustíg sem liggur á Varmahlíðinni. Veit ekki margir af þessu en mjög skemmtilegt svæði og var ógeðslega gaman að geta útbúið það til svona betri samveru fyrir samtækifæra með börnum í bænum og það er á döfinni að sjálfsögðu að eiga gott samtal við þá íbúa sem að búa þarna næst og eiga aðliggjandi lóðir
og útfæra þetta svona aðeins í takt við það sem kemur út í þeim samtölum. Þannig að svo það sé alveg skýrt að þá verður þetta sjálfsögðu unnið í samvinnu og samráði við þá íbúa sem eru þarna næst. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Benny. Aðeins til þess að bregðast við á orðum Sigmar sinna. Fylgja reglum sem mjög gott og við viljum öll gera. Það var svona almennt í samþykktu bæjarins sagt að það sé að koma tvisvar upp undir hverju máli. En forseti hefur verið mjög sveigjanlegur í því að leyfa bæjarfulltrúum að koma oftar. Þannig að það aðeins gegn reglunum. Þannig að það er alltaf spurning svona hvernig það sko. Og svo ég nefni það aftur sem kom hér fram alveg í upphafi að sú dagskrá sem liggur fyrir hverjum bæjarstjórnarfundi er alltaf tillaga og í þessu máli hafa allir getað kynnt sér málið með tilhlýðilegum fyrirvara. Allir eiga tekið upplýsta afstöðu það þó að það hafi verið mögulega formgalli við innsendingu á málinu inn til bæjarstjórnar. En það hafa ekki fleiri kveðið sér hljóðs og þá ber ég upp þessa tillögu til samþykktar sem leiksvæði í Hveragerði. Þeir sem eru samþykkir henni gefa merki. Það eru 5 samþykkir. Þeir sem eru á móti gefa merki. Þeir eru á móti og þeir sem sitja hjá gefa merki. Og minnihluti sitja hjá í þessu góða máli. Og þá göngum við og þá tökum við fyrir 16. dagskrárlið sem tillaga frá meirihluta bæjarstjórnar sem kaup á félagslegri íbúð. Einhver fylgja því úr hlaði. Sandra Gjósveg. Forseti. Ég kemur tillaga frá meirihluta bæjarstjórnar. Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar felur bæjarstjóra að taka saman stöðu og biðlista eftir félagslegu húsnæði. Bæjarstjóri hefji leit á fasteignamarkaði eftir heppilegu íbúðakostum með vegna við að auka við félagslegt íbúðarhúsnæði í Hveragerðisbæ og leggja fyrir bæjarstjóra til afgreiðslu og samþykktar. Og með þessu fylgir greinargerð sem svohljóðandi. Í meirihlutasamkomulagi okkar Hveragerðis og Framsóknarflokksins er kveðið á að auka við félagslegt húsnæði sveitarfélagsins til að bregðast við brýnni þörf á húsnæðismarkaði í bæjarfélaginu. Tillagan er lögð fram til að létta á biðlistum bæjarins og mæta fyrr erfiðum aðstæðum þeirra sem þurfa nauðsynlega húsnæðisaðstoð. Í samþykktu fjárhagsáætlun fyrir árið 2024 er gert ráð fyrir fjárfestingu til aukningar á félagslegu húsnæði sem nemur 40 milljónum. Og undir þetta rita Dagný Sif, Halldór Benjamín, Jóhanna Ýr, Njörður og Sandra. Takk. Takk fyrir þetta, Sandra. Orðið er laust þessa tillögu. Sigmar Gjósveg. Forseti, ég segi svo Dagný að ætla ekkert að koma svona oft upp en það er bara svo gaman. Og ég er reyndar viti að nú sé strax að Pétur sé útsjónarsamur maður þá öfunda ég hann ekki að finna húsnæði fyrir 40 milljónir í Hveragerði. Og ég reyndar fletti bara svona óformlega upp á það er ekki til. Þannig að ég er svolítið ágjör að því að þetta verið kostnaðarsamara heldur en við erum að gera ráð fyrir og velti ég fyrir mér og kannski bara spyr ef einhver hefur svör við því hvort það hafi verið kannað einhvers konar samstarf við einhvern leigufélag varðandi félagslegt leiguhúsnæði í Hveragerði af því oft er þetta tímabundnar ráðstafanir sem að þörfin er misjafnlega mikil og svo framvegis og ég hef nú heyrt í fleygt að eitthvað slíkt sé í gangi upp í Kambalandi þannig að bara ef einhver hefur svör við því. Sigmar, ég held að þetta sé nú kannski bara ágætt ábending sem var að kanna þennan möguleika en Halldór hefur beðið möguleika. Já, ég er sammála því að það fyrir þessi líku fyrir 40 milljónir en ég veit ekki áætlun er gert ráð fyrir fjármagni aftur næsta ár. Þannig að það má eða 40 milljónir núna og borga restan næsta ár. Þetta Halldór svona að hugsa í lausnum en það sem við þurfum auðvitað að fá upplýsingar er hvers konar gerð af húsnæði þörf á og ef ég maður rétt allavega í samtali við velferðarþjónustuna hér að þá var á tímabili rætt að það þyrfti að fá íbúðir fyrir einstaklinga. Það er auðvitað minni og kosta ekki eins mikið en auðvitað reynum við að mæta þessu
og það gífurlega mikilvægt að fjölga félagslegu húsnæði í Hveragerði, svo ég fari enn einu sinni með þá ræðu sem ég er búinn að fara með undanfarin líklega 8 ár eða meira, undanfarin 10 ár. Hveragerðisbær stendur sér hrikalega illa í félagslegu húsnæði með þess að verra stendur sem verr heldur en Garðabær og Seltjarnarnes sem eru þau sveitarfélög sem bent hefur verið á að standa sér gífurlega illa í þessu. Þannig að við þurfum að taka okkur á og ég vona að við séum öll sammála um það. En orðið er ennþá laust, engin hversu hljóðs, og þá ber ég þessa tillögu upp til samþykktar kaup á félagslegri íbúð, þeir sem eru samþykkjarmerki, og það er meirihlutinn samþykkir að kaupa félagslega íbúð, þeir sem eru mótgjöfumerki og þeir sem sitja hjá gjöfumerki, minnihlutinn situr hjá, afgreiðslu á þessu góða máli. Þá er það dagskrárliður 17 sem er útboð hönnunar á stækkun íþróttahússins við skólamörk. Og hér liggur fyrir tillaga frá meirihluta bæjarstjórnar, ég ætla ekki að fylgja henni úr hlaði, Jóhanna gjörðu svo vel. Forseti, já, hér er tillaga frá meirihluta bæjarstjórnar. Bæjarstjórn Hveragerðisbær felur bæjarstjóra að hafa undirbúning á útboði vegna hönnunar á stækkun íþróttahússins við skólamörk og hér fylgir greinargerð. Góður gangur er á vinnu í kringum uppbyggingu íþróttamannvirkja í Hveragerðisbæ sem samþykkt var að fara í fjárhagsáætlun ársins 2024. Til þess að viðhalda þeirri vinnu áfram er nauðsynlegt að hefja áðurnefndan undirbúning og undir þetta rita Dagný Sif, Halldór Benjamín, Jóhann Ýr, Njörður og Sandra. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Dagný, orðið er laust. Jóhann, þetta er lægt. Erum við búin að stiga einu sinni aftur í pottinn? Ég er alveg að fara að ljúka þessu starfi sem forseti. Orðið er laust. Takk fyrir Jón Sigmarsson. Forseti, þetta er gott verkefni. Við í félagslistanum erum með bókun sem hljóðar svona. Fulltrúar D-listans undrast að tillaga vegna útboðs og hönnunar á stækkun íþróttahússins við skólamörk sé lögð fram án aðkomu minnihlutans. Upphaflega var það tillaga D-listans varðandi viðbyggingu íþróttahússins við skólamörk sem leiddi til sáttari bæjarstjórn uppbyggingu íþróttamannvirkja og þess vegna kemur þessi nálgun töluvert á óvart. Það voru góð skref tekin við lok síðasta árs þegar öll bæjarstjórnin vann saman að framganga þessa máls og þess vegna vilja fulltrúar D-listans koma á framfæri þessum athugasemdum vegna þess viðsnúnings sem virðist hafa orðið á samstarfi bæjarstjórnar í málinu. Einnig geta setja fulltrúar D-listans spurningamerki við þá fullyrðingu sem kemur fram í tillögunni að góður gangur sé í vinnu í kringum uppbyggingu íþróttamannvirkja á Hveragerðisbæ. Ljóst er að síðan að frumstaf var málið sent á síðasta ári er undirbúningur framkvæmdarinnar að taka mun lengri tíma en áætlað var í upphafi sem tæplega getur talist góður gangur. Að endingu óska fulltrúar D-listans eftir áframhaldandi samstarfi við meirihlutann sem komið var á gott skrið fyrir áramót. Og þetta er þetta Sigmar mikilvægt. Takk fyrir. Ég ætla að fá að taka fundarhlé klukkan 18:09.
Og við höldum áfram fundi klukkan 18:14. Hér lögð fram breyting á lið 17. Þannig að þetta verður tillaga frá bæjarstjórn í heild sinni. Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar telur bæjarstjóra að hefja undirbúning á útboði vegna hönnunar og stækkunar íþróttahússins við skólamörk. Og við breytum þessu dæmi. Þessi mun sammála á fríkjöfumerki. Það samþykkt samhljóða. Þá 18. dagskrárliður sem tillaga frá fulltrúum D-listans vegna leiksvæðis í Kambalandi. Og viljið þið ekki fylgja þessu úr hlaði? Svo vel. Ásliðir. Já, við erum með tillögu sem að gengur kannski ekki af langt og tillagan sem að kom þar á meirihlutanum áðan, en snýst saman leiksvæði á þessu nýju Kambalandi. Hljómar svona, þetta mjög stutt og einfalt. Tillaga frá bæjarfulltrúum D-listans. Bæjarfulltrúar D-listans leggja til að útbúið verði nýtt leiksvæði í Kambalandi með leiktækjum fyrir börn. Lagt til að leiksvæði verði byggt upp í Kambalandi í samræmi við gildandi deiliskipulagi. Og undirritar Ingibjörg og Sigmar. En ég tek samt jafnframt fram að ég tek alveg undir þetta sem þið voru að tala á. Hugsanlega þarf kannski eitthvað að vinna það hægar og búa til einhvers konar bráðabirgða lausn í millitíðinni. Þannig að þessu var að minnsta kosti, ég heldur sem að íta þessum málum alltaf. Takk fyrir þetta Sigmar. Sandra hefur byrjað að vera vel. Mér langar bara að fagna þessu og ég sé auðvitað þó við getum verið ósammála túlkun á leikreglum eins og Sigmar hefur komið vel á orði að þá fagna ég því að við erum að tala um sömu hlutina og við erum sammála þessa uppbyggingu. Alveg eins og við erum sammála uppbyggingu á stækkun í íþróttahúsinu. Þannig að ég fagna því og það gleður mig að það er samhljómur meðal bæjarstjórnar í heild sinni og vonast til þess að það verði áfram næstu árin. Takk. Takk fyrir þetta, Sandra. Það ekki fleiri hversir hljóðs og berja upp þessar tillögur frá D-listanum leiksvæðis í Kambalandi eftir samþykktar, eins og samþykkimerki og við samþykkt samhljóð. Þá 19. dagskrárliður sem kosning forseta og varaforseta í bæjarstjórn samkvæmt 7. grein samþykktar stjórn og fundarskuld Hveragerðisbæjar nr. 923/2023. Svo ég fara aðeins yfir það að meirihlutinn leggur til að Halldór Benjamín Hreinsson verði kjörinn forseti og Sandra Sigurðardóttir varaforseti. Orðið laust. Engin hversir hljóðs og þá vil ég bera upp þessa tillögu að Halldór Benjamín Hreinsson verði forseti, þessum samþykkt fríkjöfumerki. Það samþykkt samhljóða. Og þá kosning varaforseta bæjarstjórnar og lagt til að Sandra Sigurðardóttir verði varaforseti, þessum sammála fríkjöfumerki. Það samþykkt samhljóða. Og þá held ég að rétt sé að sá fyrrum forseti sem hér stendur stígi upp pontu og gefi nýjum forseta svæðið. Gjörðu svo vel. Gangið vel. Já, það kallaði að henda mútið djúpulega hérna, það gerði hún að segja. Ég mótt svona hana. Gjörðu svo vel. Ég fann hljóp í burstu. Já, ég tók þetta í því. Hvað erum við stattirinn? Ég bara... Liðið Ég átti að koma hérna hjá mig. Þetta er ekki skipulag. Hérna, ég finna þetta hérna. Já, það er það. Það er svona að mæta seint á ferðinni. Já, það er það. Ég kannski byrja bara að þakka fráfarandi forseta fyrir góða fundarstjórn sem þetta mætast og þetta sná. Heyrðu, þá er bara næst 20 og skal samt þetta Heyrðu, þá liðið 20. Það er kosningar bæjarráð samkvæmt 17. grein samþykktar stjórn og fundarstjórn Hveragerðisbæjar nr. 923/2023. Það er kosning 3 fulltrúa í bæjarráð og 3 til vara. Og við erum með tillögu, kannski ákveðið ég lesa hann upp áður en við orðið laust hana.
Og það er tillaga aðalmenn, það er Dagný Sigurbjörnsdóttir formaður, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir varaformaður og Alda Pálsdóttir. Og tillaga varamenn Njörður Sigurðsson, Halldór Benjamín Hreinsson og Friðrik Sigurbjörnsson. Það er sviss hjá okkur. Friðrik aðalmaður. Friðrik Sigurbjörnsson aðalmaður og Alda Pálsdóttir varamaður. En orðið er laust. Enginn hver setur ljós, þá legg ég þessa tillögu atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykki tillögunni, gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá förum við næst í viðtalið. Ha? 21. Það er kosningi nefndir og ráð samkvæmt 48. grein samþykktar stjórn og fundarskap Hveragerðisbæjar, nr. 9/23/2023. Kosningi nefndir og ráð samkvæmt 48. grein samþykktar stjórn og fundarskap Hveragerðisbæjar. Það liggur fyrir tillaga og ég ætla að lesa hann upp, það er ekki orðið laust. Og tillaga fulltrúi nefndir, það er menningar, atvinnu- og markaðsnefnd. Það er Marta Rut Ólafsdóttir formaður, Sandra Sigurðardóttir varaformaður. Nefnd eignarsjóð, það er Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir formaður og Halldór Benjamín Hreinsson varaformaður. Skipulags- og umhverfisnefnd, í stað Kolbrúnar Eddu Jensen Björnsdóttir varamanns kemur. Það er, má ég segja sæti? Já. Marta Rut Ólafsdóttir Marta kemur inn Rut Ólafsdóttir. sem varamaður í skipulagsnefnd. Og velferð- og fræðslunefnd, í stað Snorra Þorvaldssonar aðalmanns kemur Kristinn Ólafsson aðalmaður. Fulltrúar á landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga, það er Sandra Sigurðardóttir aðalmaður og Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir varamaður. Og þetta er tillögur og orðið er laust þessar tillögur. Enginn beðið sér til hljóðs, þannig ég ber þær til samþykktar. Já, merki, samþykking. Það er samþykkt samhljóða. Það er síðasti liður dagskrá, það er sumarleyfi bæjarstjórnar og það er eftirfarandi tillaga sem ég ætla að lesa hérna upp. Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkir að fella með fundi bæjarstjórnar í júlí og ágúst vegna sumarleyfis bæjarstjórnar og felur bæjarráði fullnar afgreiðslu mála í samræmi við 5. málsgrein 8. greinar og 4. málsgreinar 33. greinar samþykktar stjórn og fundarskap Hveragerðisbæjar. Orðið er laust. Nýtt forseti. Takk fyrir. Mér langaði bara að segja að mér finnst ótrúlega gaman að ljúka þessum fundi á þessum jákvæða nótum og hann tekið fyrir öll þessi jákvæða mál og koma ýmsu í farveginn áður en að bæjarstjórn fyrir sumarleyfi. Auðvitað munum við í bæjarráði standa á vaktina síðan í sumar en það er alveg mjög gleðilegt að ljúka í rauninni starfsári bæjarstjórnar á svona uppnót, ef ég má sletta. Það verður gaman að sjá þessi verkefni þróast áfram í sumar og bara þurfum að tikka í ansi mörg box hérna í dag. Það er alltaf mjög gleðilegt. Takk fyrir. Takk fyrir það, Dagný. Fyrir þessi máls. Ef svo er ekki, þá legg ég þessa tillögu fram til samþykktar sem samþykki hann ekki að merki. Hún er samþykkt samhljóða. Meira er ekki á dagskrá, þannig að þá rúum við útsendingu og lesum fundi.